Velkomin í kaffispjallið. Við erum komin hingað á Konu bókastofu á Eyrarbakka. Og hjá mér hún Anna Jónsdóttir sem bauð mér hingað í heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér. Bara gjörðu svo vel. Gaman að fá þig. Takk. Þú stofnaðir bókastofuna, Konu bókastofuna. Já. Fyrir allnokkrum árum. Já, það eru 8 ár núna. Það var 25. apríl 2013. Og hvers vegna? Ég veit að þú átt heima hérna Spölkotn frá í litlu húsi og þar hafði nú safnast upp ansi mikill bókakostur. Já, ég byrjaði að safna þeim að mér 2008 og var farin að þurfa mjög nauðsynlega að fá meira pláss. Eða manninn mínu fannst þetta að vera svolítið þröngt að hafa bækur út allt hús. Því að þetta var ekkit smá magn. Já, þetta var orðið töluvert. Svo frétti ég af því að helmingurinn af þessu sem við erum með núna myndi losna. Bankinn var þar og ákvað að loka. Var banki í þessu húsi? Já, í hinum helmingnum. Já. Þetta eru 2 herbyggi. Og ég bara spurði hvort að Konu bókstofa mætti verið þar, fekk já. Dásamlegt. Þú varst í námi í bókmenntafræði. Já. Og þar hittir þú Helgu Gress. Já, sem betur fer. Sem betur fer. Og ég sá, það hérna bók sem hún gaf þér. Hún svolítið skemmtileg. Ég ætla að ná í hana. Já. Ég ætla að ná í hana hérna. Já. Hún hérna. Konur sem lesa, þær eru hættulegar. Þær eru líka alveg svakalega hættulegar. Stórhættulegar. En hún hafði mikil áhrif á þig. Já, mjög Helga. mikil. Bæði kennd og mér og við erum líka bara ágætar vinkonur. Buðum henni til dæmis í brúðkaupi okkar. Og hún var svo oft að tala að það væri svo mikið synd hvað mikið af bókum eftir konur hefðu týnst og farið forgörðum. Og þetta einhvern veginn setti sig í hugan hjá mér. Hvað þetta væri agalegt og þetta væri að gerast. Svo fór ég í menningafræði út í Danmörku og þá einhvern veginn fann ég þetta gerjaðist einhvern veginn í kollinum á mér. Og svo fórum við til Englands 2008 og ég var búin að vera að skoða hvað við ættum að skoða og sá það safn eftir breskar konur og sá það þegar fóru á heimsótti það og þegar ég kom út af safninu, maðurinn minn var bara út í garði með stelpurnar okkar. Stelpurnar hafði ekki voða mikinn áhuga. Það voru svo litlar. Eins og já. Já. Og þegar ég kom út þá sagði ég bara að ég ætlaði að gera þetta. Þú ætlaðir að stofna safn með bókum eftir íslenska konur. Og hér erum við í bókasafninu og það eru ótrúlega fjölbreyttar bækur, gamlar og nýjar. Og nýtt efni í rauninni. Já. Og það eru hérna nokkur svona lykilverk gömul, til dæmis Stúlka. Ljóðabókin eftir hana Júlíönu Jónsdóttir sem er frá 1876. Já, sem Helga gaf. Já, og hún gaf, inn á bókastofuna. Já. Og svo eru fleiri merkilega bækur hérna. Já, við erum með fyrstu handafnabókina sem kom út á Íslandi. Og erum með ljósrit af henni, þannig að það er hægt að koma og fletta því og skoða. Það eru margir sem báðum að fá sjálf bókina að lána það. Sem ég sagði náttúrulega nei við að því við lánum enga bækur. Já, þetta er nefnilega þess vegna er þetta Konu bókastofa, ekki bókasafn. Já. Þetta er til þess að varðveita ritaverk eftir íslenska konur. Já, það er tilgangur safnsins, það er að gæta þessara heimilda. Já, og svo er smá svona kvennasögusafnið, safnar meira skjölum og því líka, meðan að bækurnar eru meira hér. Og ég er líka með ýmis tímarit sem íslenska konur hafa ritstýrt og gefið út. Þannig að
Ég örugglega með sem kvennasögusafni ætti að vera með og svo öfugt. Já, Sem er bara fínt. þetta er svona skarast. Já, Það sem að mér finnst svo áhugavert að þegar ég kem hérna inn og skoða bókakostinn að þá sé ég bæði sko tímarit, eldri tímarit og bækur, ótrúlega falleg prentverk og ég hafði ekki hugmynd að þetta væri til og kannast ekki við nöfn tímaritana eða annað. ég Og er þetta er að fá svona. ástæðan fyrir því að þú heldur utan um þetta. Já, og svo líka ef þú værir ljóðakona eða ljóðaunnandi, þá myndir þú sjá að það er til töluvert af bókum hérna, ljóðabókum sem hafa verið gefnar út í mjög fáum eintökum. Og ættingjar eða höfundar hafa verið að sjá til þess að bækurnar væri allavega til hér. Þannig að það er ekkert endilega til á safnunum. Svo annað sem að vakti athygli mína að hér það er svo fjölbreytt útgáfa. Það er bara alls konar konur af öllum stéttum og stigum að gefa út alls konar bækur. Og alls konar aldrei. Á alls konar aldri. Það er ótrúleg fjölbreytni. Það er líka mjög eftirtektarvert. Já, og mjög skemmtilegt. Mér finnst alveg merkilegt hugmyndaflugið í rauninni. En er eitthvað svona eftirlætis á safninu? Er eitthvað sem að þið þykir sérstaklega vænt um? Sko, ég segi alltaf nei að því ég vil ekki gera upp á milli. Já, ég skil það. En nú ætlum ég að pína þig. En já, stúlka. Já. Ég ætla að ná í hana. Þetta eru ljóð eftir íslenskar konur. Og það er Helga Kress sem að ritstýrði. Já. Mér finnst ofsalega vænt þessa bók. Þetta er mjög falleg. Já, hún sá alveg þetta og skrifa inngang og allt það. Og svo, þú veist, þetta er ekki skáldsaga eða neitt. En þetta er skrá yfir bókmenntir gefnar út af íslenskum konum. 1800 til 1956 sem að Kvenréttindafélagið gaf út á afmælisári. Og mér finnst það alveg merkilegt hvernig var hægt að safna öllum þessum upplýsingum saman. Já, þetta er mjög merkilegt. Bókmenntir, myndlist og listiðnar. Það er það sem ég átti einmitt við með fjölbreytileikana. Að hann endurspeglar líka kannski viðhorf til kvenna bókmennta og skrifa að þetta var þá svona fleiri flokkar en bókmenntir. En sem að mér finnst bara mjög fallegt. Og hérna er alveg tilgreind tímaritin sem það er komað og skáldsögurnar og barnabækurnar og matreiðslubækurnar og allt saman. Og þetta hlýtur að vera líka sko góð heimild yfir, þetta tengist yfir í iðnað, þetta tengist yfir í hannyrðir og listir og þetta fléttast allt saman. Já, enda á stóra safna mitt að vera með þessu öllu. Og svo er hérna með að segja matreiðslubækur sem eru mjög áhugaverðar. Þær myndir kannski ekki, ég veit ekki hvort að titlarnir myndir gangi í dag. Nei, hvað hét? Ég hugsa matreiðslubók fyrir sveitaheimili, ég held að það sé ekki eldan eitt aðra sem það er eldan annan stað núna, sko. Svo er líka fyrir grannar og þybbnarkonur. Já, þá er peysuskrift fyrir grannar og þybbnarkonur. Mér varst það mjög spennandi. Einmitt. En þetta er þú veist að það er svo mikið af svona gömlu handahöfnu efni hérna. Já. Það var mjög gaman að skoða. Og hvað er svona skrítnasta bókin hérna inni, heldur þið? Ég man ekki alveg akkurat hvað hún er núna, en ég get ekki sýnt hérna, en hún er skrifið með ósjálfráðri skrift. Já, það er vissulega athyglisvert. Þannig að hún er svona dulræn og torræð. Já. Akkurat. En ég veit að þú færð sendar bækur reglulega og bókasafnskosturinn sem er hér, hann kemur bara í sendingum frá fólki, er það ekki? Jú, út um allt. Já. Og ég hef ekki keypt eina einustu bók hérna inni. Þannig að þú ert alltaf á pósthúsinu. Já, eða stundum hafa þær bara hangið á hurðarhúninum heima. Já. Það er svolítið fallegt. Já, eða hjá nágrannum okkar. Ertu alltaf jafn spennt þegar þú ferð pakka?
Já, ég orðin voða sérvitu núna því ég farin að biðja fólk að fara inn á heimasíðuna og sjá þar hvað til. Já, svo þú þurfir ekki að grisja. Já, af því við erum með kannski 10-15 bækur af sömu, eintök á sömu bókinni. Og hafa einhverja svona gersumar borist svona? Já, það er ágætt að svona eldgamlar bækur og áritaðar. Já, það hefur komið ýmislegt og margt fyndið líka. Og þetta er líka svolítil heimild prentverkið og maður sér í raun og veru áhrifin, tískuna, breytingar í bókbandi og þú ert hérna með bækur sem kápurnar, kápulistin, bækur sem eru myndskreyttar af Nínu Tryggvadóttur til dæmis hér. Og hérna Smárit Ástu Sigurðardóttur og fleira. Þetta er náttúrulega ótrúlega merkilegt allt saman. Já, mér finnst það. Og eins og Kvennablaðið, fyrsta Kvennablaðið sem kom út. Veist alveg, já. Með Eldræðu Bríetar. Já. Já, ritstjórnarpistli. Akkurat. Hún er hér, það er hér. Já. Gatslitið. Gatslitið, vel lesið. Já. Akkurat. Og með uppeldisráðum sem að mér finnst mjög gaman að sjá. Já. Það fylgir öllum kvennatímaritunum nánast. Uppeldisráð, hannyrðir, uppskriftir. Já. Enda er þetta bara lífið. Já, og sum hafi verið að gefa leiðbeiningar hvernig konur eiga að haga sér, það er hans búið. Já, það myndi kannski ekki alveg ganga í dag, eða hvað? Nei, ég er með eina bók þar sem að ég er alveg sér kapli hvernig stúlka og tala við pilt. Já. Og svona ýmislegt sem er búið að hlæja mikið að. Já, þetta er kostulegt, þetta stenst ekki allt tímustönn eða hvað innihaldi varðar. En hér eru til dæmis verk Nínu Tryggvadóttur og þú ert með fljúgandi fiskisögu hér hjá þér, sem er svolítið skemmtileg. Ég á reyndar köttin sem hvarf, þú átt hann ekki eða hvað? Nei, ég held ekki. Nei, kannski færðu hana. Já, kannski. En við erum með annars svona eintak heima og merkjum alltaf við þegar að koma bækur. Já. Sem eru svona gamlar. Já, einmitt. Þannig að það er svolítið svona, þið notið þetta svolítið til að skoða þetta hérna, þessa sýningaskrá. Þetta heitir sýningaskrá. Svo eru suma bókaútgáfurnar búnar að vera gefa töluvert. Já, til ykkar. Já, og ég hef svo sem ekkert verið að tala við þessa stæðstu. Ef við lítum í kringum okkur þá er greinilegt að hverju. Það er líka svo greinilegt að prentútgáfan hefur verið blómleg hér á landi, en það gæti nú breyst. Það er ekkert víst að hún verður blómleg alltaf. Og svona tímarnir að breytast og rafrænar útgáfur og fleira. Ég held samt að hún verður blómlega þegar núna fer maður að leggja meira upp úr því að hafa þær virkilega fínar. Það ekki? Það er rétt hjá þér, já. Ég held að það sé alveg hárrétt hjá þér. Verður svona eigulegri gripir í rauninni. Já, minna magn meiri gæði. Já. Ég held það. Ég er svo bjartsýn. Skipta samt þessar prentuðu heimildir miklu máli? Já, tvímælalaust. Þetta er náttúrulega sagan okkar og skiptir miklu máli. Þú veist, eins og þegar það er að koma, ungar stelpur hingað inn, þá finnst mér skipta miklu máli að sýna þeim hvað konur hafa að skrifa mikið og þeim hefur fundist það mjög spennandi. Já. Og ég tala nú ekki þegar útlendingarnir koma. Þeir verða aðdofa í orðsins fyllstu merkingu. Er þetta allt eftir íslenskar konur? En þú gætir þurft meira pláss. Þetta er svona kurteislega. Ég þarf meira pláss. Ábending, en já, þú tekur þig bara vel. Mjög nauðsynlega. Þegar þú húsnæðið er að sprengja upp á sér, er það ekki? Já, það er líka markmið, við erum reglulega með viðburði. Að því markmið er líka að kynna höfundan á verkin þeirra. Og mig dreymir hús þar sem er pláss til að gera það líka. Já. Hérna komast 20-30 fyrir
Og það ekki nóg, það kom alltaf miklu fleiri. Einmitt. Það þarf meira pláss Já. fyrir fleiri bækur. Og það sem verið hægt að vera með sýningar og uppákomur og ég alveg með miklar. Af því þetta verið svolítið ævistarf sem að þú hefur staðið í. Þetta hverfist allt í kringum bækur eftir konur. Já, og það verður einhver að... Þú ert hvergi hætt, sem sagt. Nei, og það verður einhver að taka við. Þú veist, ég væri ekki endalaust. Nei. Þannig að mér skipta miklu máli að koma þessu í svona fastara form. Já. Með meira pláss og meiri starfsemi. Ég veit að Glasgow miklu stærri borg og miklu stærri land. En safnið þar, kvennasafnið þar, með bókum eftir skoskar konur, það eru 800 manns í starfi þar, full starfi. Við stefnum þangað? Já, stefnum kannski 1-2. 1-2, allt í lagi, ekki 100. En það við erum búin að fara að heimsækja og það alveg stórkostlega gaman að sjá hvað hægt að gera og við getum það alveg líka. Þá við séum aðeins fari. Já, þá heyrið það, við getum það líka. Hún verðum að passa upp á konubókastofu og að hún sé aldrei í hættu, verði ekki, stofan. Þannig að við getum komið hingað og fengið okkur aftur kaffi. Já. Takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis, skál.